Ég búin að vera að pæla í þessu með kærleikan vegna þess að það oft þannig að það sem gott fyrir mann ekkert alltaf hollt en kærleikur hollur alltaf og það ekkert að fá of mikið á honum sem mjög næs vegna þess að ef maður bara mikið konfekt þá getur maður fengið sykursýki og verið feitabóla og ef maður bara mikla fitu þá getur maður fengið hjartaáfall og meira segja að maður stundur á of mikla líkamsrækt þá getur maður fengið illt í hnén og illt í bakið og mikið kynlíf getur meira segja verið óhollt stundum maður þarf stundum aðeins að hvíla sig þó það sé oftast hollt en kærleikur bara endalaust hollur og maður getur látið hann streyma frá sér og maður getur tekið hann inn í sig stöðugt og maður getur prjóna kærleika í lykkjur og ull maður getur hort á fólki kærleika, maður getur átt vinakærleika, ömmukærleika, barnakærleika, alls konar. Meira að segja vinnufélagakærleika. Nú allir að gefa svona vinnustaða leynivina jólagjafir og það mjög kærleiksríkt til dæmis. En ég ætla bara að halda áfram að prjóna í gríðarlegum kærleika og hlakka til að halda áfram að gefa ást og taka við ást.